Góðan dag og verið velkomin hingað í upptakt að veiðisumri. Ég heiti Þorsteinn, forstjóri Hafró og langaði bara svona rétt að bjóða ykkur velkomin. Blómaskreytingar eru reyndar ekki keyptar af þessu tilefni. Bara við vorum með útskrift úr sjávarútvegsskóla. Skólanum sem við rekum í gær, mikil athöfn hér og 25 félagar frá þróunarlöndum sem voru útskrifaðar, þannig að það er skreytt. Það er gaman að sjá hversu margir eru og hafa áhuga fyrir þessu málefni og frábært að við fáum líka tækifæri til þess að nýta og nú nota tímann til þess að segja ykkur frá þeim rannsóknum sem við erum að gera. Bæði auðvitað eru veiðimenn spenntastir fyrir horfunum líklegast en við notum tækifærið og erum með aðra upplýsandi önnur upplýsandi erindi samhliða. Við ætlum að hafa þetta þannig að það er grjótharður kall sem stýrir þessu, passar upp á umræðurnar fari ekki úr böndunum og að fyrirlesarar haldi sín tímamörk. En að öðru leyti geri ég ráð fyrir að þetta verði afslappað. En Sigurður Már ætlar að stýra umræðum og kynna inn fyrirlesara og við hinn bara njótum á meðan. Gjörið þið svo vel og gjörið svo vel, Sigurður. Bara smá fyrirvari hérna. Það var heila samskiptastjórinn sem setti veiðihorfur. Hann taldi að það væri það sem myndi trekkja fólkið af. Ég ætla vissulega að koma aðeins inn á það. En þetta verður aðalega laxveiði. Þetta verða veiðifréttir af erlendum vettvangi. Við tökum þátt í Alþjóða Hafrannsóknaráðinu og NASCO núna nýlega. Svo koma veiðifréttir af innlendum vettvangi og svo það þessi spá laxgengd. En hún nær enda bara yfir Vesturland 2024. Og við byrjum á veiðifréttum af erlendum vettvangi. Við sem sagt eins og ég sagði áðan tökum þátt í samstarfi laxveiðiþjóða í Alþjóða Hafrannsóknaráðinu og í öllum erindum sem að ég fjalla lax að þá vil ég alltaf minna hérna á þá sem að þekki ekki á lífsferil laxins. Hann elst upp í ferskvatni eftir hrygningu, klekst út seinna vorið og er þar í nokkur ár þar til hann gengur til sjávar, stækkar þar og vex og dafnar 1 til 2 ár, jafnvel 3 eða 4 ára hann kemur tilbaka. Við vorum að gefa út skýrslu þessi vinnuhópur núna bara í síðustu viku. Þarna finnið þið öll þau gögn sem ykkur langar og dettur í hug að leita að og þetta er aðgengilegt á vefnum hjá ICES. En aðalatriðið er samt fyrst og fremst að svara spurningum sem NASCO, Norður-Atlantshafs verndarstofnunin, biður okkur að svara. Meðal annars veiðiráðgjöf fyrir veiðar á laxi við Færeyjar og Vestur-Grænland. En til þess að geta svara því þá þurfum við að skoða stöðu og ástand stofna og veiðiþol. Þetta er lykilatriði, veiðiþol. Og það er kannski flestir sem að hér inni þekkja það að stofnar Atlantshafslax hafa verið á mikilli niðurleið. Hér erum við að skoða stærð stofnhluta fyrir veiðar, svo kallað pre-fisheries abundance. Þannig að þetta er sem sagt áætlað stofnstærð fyrir allar veiðar og þannig svarta línan er sameinleg, rauða línan er suður-norðaustur Atlantshaf, bláa norðurhluti norðaustur Atlantshaf og græna línan er sem sagt vestur hluti Atlantshaf. Það er að segja Bandaríkin og Kanada. Bláa línan er Ísland, norðurhluti Íslands, Noregur, Finnland, Svíþjóð og Rússland. Og rauða línan er Bretlandseyjar, Frakkland og reyndar Portúgal. Þetta er eina af ástæðum fyrir því að stofnarnir eru á niðurleið. Þetta er sem sagt lifun sem sagt laxa í sjó fyrst eftir útgöngu.
lífslíkunar hafa minnkað verulega frá árinu 1980. Þetta er mynd sem að margir þekkja. Þetta eru veiðitölunar á Atlantshafslaxi og eins og þið sjáið þarna þá hafa þær minnkað verulega. Fyrst og fremst að því að stofnarnir eru á niðurleið en líka vegna þess að veiðiálagi hefur vissulega verið breytt. Við skulum skoða hérna nokkur lönd. Tökum fyrst Noreg. Hvítu punktarnir hérna eru netaveiði í sjó og svörtu punktarnir er veiði í ferskvatni. Þið sjáið hvað hefur gerst hjá Norðmönnum frá 1980. Þeir hafa dregið verulega mikið úr sókn í net, í hafi, en sóknin í lönduðum afla í ferskvatni hefur haldist svolítið stöðug. Og þetta er markvisst átak hjá þeim að draga úr netaveiði í sjó. Við sjáum sama munstur, þetta er Skotland, græna línan er hérna, er netaveiði í sjó, bláa línan er netaveiði við ósa og gula er veiði í ferskvatni. Sama breyting í Skotlandi. Þetta er England og Wales. Ljósbláa línan hérna er netaveiði í sjó og netaveiði í ósum og svo dökkbláa línan er ferskvatn. Öll netaveiði bönnuð frá 2020. Þannig að þetta er bara í ferskvatni. Og síðasta landi sem við skoðum, Írland, þar er nákvæmlega sama sagan. Búið að draga verulega á netaveiði sem er rauða línan, rauða og græna línan og veiðar eru nær miklu meiri hluta núna í ferskvatni, bláa línan. En hvaða áhrif hafa þessar breytingar á veiðiálagi á hrygningarstofna? Og hérna eru myndir úr þessari skýrslu sem ég nefndi í upphafi og við erum sem sagt að skoða hvaða áhrif hefur það að minnka veiðiálagið á þennan hluta hérna stofnsins í hvað varðar þá hrygningarstofnin. Hvað er mikið af fiski eftir til hrygningar ef við minnkum veiðiálagið? Hérna byrjum við á Noregi og þið sjáu það að ég sýni svona myndir hérna nokkrar í röð á eftir og þið skuli horfa á þessar tvær hérna eða 4 myndir hérna. Við erum sem sagt með fjöldi smálaxa sem kemur til landsins og fjöldi stórlaxa og svo eftir að veiðiálagið er tekið inn í myndina, hvað eru margir fiskar eftir í hrygningarstofni, sem er þessi mynd hérna þá. Og þið sjáið fyrir Noreg, þá hefur laxum sem koma til Noregs fækkað verulega frá 1980. Hrygningarstofnin hjá smálaxi hefur farið á niðurleið, en stórlax fór vissulega niður í kringum 2000 en hefur verið á uppleið frá aldamótum. En það er eiginlega betra að skoða þetta út frá líffræðilegum viðmiðunarmörkum fyrir hverja fyrir sig sem að Norðmenn gera og það er áhugaverð þróun hjá þeim. Með því að draga svona verulega úr veiðisókn að þá hefur ástandið breyst. Hér er mat á stofnum í þeim ám sem eru metnar í Noregi. Bláu súlunar er tímabilið 2006 til 2009 þegar þeir hófu þetta átak sitt og ástandið flokkast frá 1 og upp í 4, þar sem 1 er gott ástand og 4 er slæmt. Og þið sjáið að bláu súlunar á þessum tíma voru að mestum hluta í slæmu ástandi. Flestar árnar voru í slæmu ástandi. Þeir drógu verulega á veiðum og ástandi núna 2019 til 22 eru grænu súlunar. Þannig að þetta hefur skilað árangri í Noregi.
hrygningarstofnanir þeirra og árnar eru að komast í betra ástand, en það tók á. Þetta voru mikil átök, það voru lokaðar ár á mörgum stöðum og þið sjáið nýjustu myndin hérna, það er ennþá töluvert lokaðar ár, þar sem öll veiði bara hreinlega bönnuð. Skotland. Sama þar, svipuð mynd, fjöldi þeirra laxa sem koma til Skotlands fer lækkandi, hrygningarstofn smálaxa helst nokkuð stöðugur en undanfarin ár hefur verið minnkun og svipuð saga í stórlaxi. Tók upp sveiflu hérna, upp úr aldamótum en hefur síðustu ár verið á niðurleið. Sama hér, þeir eru með líffræðilega viðmiðunarmörk fyrir ár, laxveiðár. Þarna er guli liturinn er slæmt ástand, blái liturinn er gott ástand og grái liturinn er svona meðal ástand. Og þarna sjáum við þróunin er öfugt með við normenn. Þarna eru slæm ástandið á uppleið og góða ástandið á niðurleið. Það ber þó að geta að stærstu stofnanir þeirra eru og sem sirka er kringum 80% af veiðunum þeirra eru í góða ástandi. Hérna kemur England og Wales. Þar hefur verið mjög áhugaverð þróun undanfarin ár, sérstaklega í stórlaxi. Stórlaxi hefur fjölgað á Englandi og Wales hlutfallslega, en smálaxinn er á töluverði niðurleið. Ástandi þeirra eftir áum, rauði liturinn er slæmt, guli er meðal og grænt er gott og þið sjáið strax þarna að það er ekki góð mynd frá Englandi og Wales. Írland, þar er ástandið verulega slæmt. Sjáu hérna hversu margir laxar eru að koma til Írlands. Á árum áður var þetta töluvert mikið meira heldur en það er að sjást núna í dag. Bæði hjá smálaxi og stórlaxi. Og hrygningarstofnar þeirra eru í sögulegu lágmarki og 53% ána þeirra eru í slæmi ástandi en 33% er á grænu línunni. Og ef við tökum þetta saman, fréttir af erlendu vettvangi, þá hafa stofnar Atlantshafslax dregist verulega saman og laxveiðiþjóðir hafa þurft að draga verulegu veiðum til að reyna að halda upp í hrygningarstofnum. Það er misjafnt ástand milli landa þegar staða hrygningarstofna er skoðuð út frá líffræðilegum viðmiðunarmörkum. Fréttir af innlendum vettvangi. Þetta eru tölurnar á Íslandi. Hérna sjáum við fjölda landaðra laxa frá 1974. Þeir koma ýmist úr stangveiði, netaveiði eða úr hafbeitarám. Ef við flokkum þetta aðeins niður hérna, þá er þetta landaðarafli úr netum, hefur vissulega breyst í gegnum tíðina og fer minnkandi. Þetta er veiðiálag á stöng, þetta er landaður afli í stangveiði. Þarna er fyrst og fremst veið og sleppa. Eins og ég sagði áðan í Noregi þá hefur veiði fyrirkomulagi verið það að hreinlega banna veiði. En hérna er algengara að við náum þessu veiðiálagi niður með því að veiða og sleppa. Og svo eru þetta hafbeitarárnar, þetta eru aðalega rangárnar. Og ef við tökum þessar tölur til þess að áætla hrygningarstofna, þá reyndar sleppum við hafbeitaránum af því að þær eru undir áhrifi mannsins í rauninni. Það er engin náttúruleg hrygning sem á sér stað þar. Og við skiptum í vinnuhópnum, skiptum við Íslandi í norðurhluta og norðausturhluta og suðvesturhluta, sirka þarna eins og þið sjáum á hvítu línunni. Og ef við skoðum suðvesturhluta Íslands fyrst,
að þá hefur dregið verulega úr fjölda þeirra stórlaxa sem hafa komið til landsins með við 1980. Hrygning smálax hefur hins vegar sveiflast nokkuð jafnt nema síðustu ára þá hefur verið svolítil niðurdráttur. Hrygningarstofn smálaxa nokkuð beinlína nema síðustu ár en hrun í hrygningarstofni stórlaxa. Og ef við skoðum norðausturhlutann þá hafa smálaxar haldið sér nokkuð. Við vorum með töluvert miklu fleiri stórlaxa á sínum tíma en undanfarin ár þá hefur þetta verið nokkuð beinlína. Hrygningarstofnar voru neðarlega frá 1980 upp í 2000, tóku kipp upp úr 2000 og eru svona í allt í lagi ástandi. Þessi breyting frá smálaxi og stórlaxi og samsetning kynjahlutfalla í veiði hefur töluverð áhrif og Guðni ætlar aðeins að fjalla það betur á eftir. Nú, ef við skoðum síðan þetta út frá líffræðilegum viðmiðunarmörkum eins og við vorum að skoða fyrir Noreg og England og Írland og þá þetta niðurstaðan. Því miður, það bara ennþá í vinnslu. Ísland ekki með og stýrir ekki sínum stofnum út frá líffræðilegum viðmiðunarmörkum þannig að þau eru ekkert metin. En vissulega höfum við verið að vinna í þessu og þetta til fyrir nokkrar ár, kringum 40% af stofninum með líffræðileg viðmiðunarmörk. Hérna til dæmis hægt að skoða Langá á Mýrum út frá hrognafjölda, græna, og þetta sama og við sáum á myndunum áðan, grænt, gult og rautt. Það einnig hægt að skoða Langá á Mýrum út frá seiðavísitölu. Svo hérna sogið, þannig að það hægt að taka hliðarár sérstaklega ef það telst nauðsynlegt. Tökum hérna til dæmis sogið og hérna allt vatnakerfið, Ölfus og Hvítá. Þannig að þið sjáið hvernig hægt að gera þetta. Nú, ef við draugum þetta svolítið saman fyrir Norðaustur-Atlantshaf. Þá hérna mynd úr skýrslunni og hringirnir eru sem sagt fjöldi þeirra fiska sem að koma til hvers lands fyrir sig. Kassinn síðan hrygningarstofn. Og þessi mynd hérna fyrir smálax. Og þið sjáið að ástandi í Noregi þannig að það blátt þýðir yfir mörkum, guli liturinn þýðir að þessi í kringum mörkin og rauði liturinn þýðir að þessi komið niður fyrir mörk. Í Noregi þá eru nógu margir laxar að skila sér í heild sinni og það skilið nógu mikið eftir til hrygningar. Á Íslandi hins vegar eru laxar að skila sér en miðað við tölunar þá erum við ekki að skilja nógu mikið eftir til hrygningar. Þannig að við erum komin niður í rautt í hrygningarstofni fyrir smálax. Þetta í fyrsta skipti langa tíma sem þetta gerist. Við erum yfirleitt verið þarna í gulu eða bláu. Já, og hérna svo næsta mynd, þetta eru þá stórlaxarnir. Sama hér, við erum að fá töluvert af og nógu mikið í rauninni af stórlaxi en þegar það búið að draga frá veiðiálagið þá lendum við niður á gula svæðinu. Og ef við drögum þetta saman, laxi á Íslandi hefur einnig dregist saman, netaveiði dregist saman og aukning í veiði og sleppa. Samsetning hrygningarstofnsins, eins og við sagði áðan, smálax, stórlax, tekið breytingum og stærð hrygningarstofns áhyggjuefni. Herðu, og þá var þessi spá laxkynnt á Vesturlandi. Ég var búinn að fá 5 mínútur fyrir 5 mínútum, þannig ég þarf að drífa mig. Þetta komur reyndar í sporðarkostum, þannig að þið séð þetta áður. 18. mars. Spá Hafrannsóknastofnunar varðandi smálax í sumar á Vesturlandi jákvæðari en verið hefur í langan tíma. Af hverju segjum við það? Við gerðum hérna rannsókn á sínum tíma þar sem við merktum
laxa með svona merki hérna frá Stjörnóta, íslenskt fyrirtæki, nýsköpunarfyrirtæki. Þetta mælimerki hérna mælir bæði hita og dýpt. Og út frá gögnunum úr þessum merkjum getum við áætlað hvar laxinn okkar er í hafinu. Og hérna sjáum við mynd. Sjá hérna. Það sem að spálíkan er að sýna okkur staðsetningu 4 laxa í hafinu frá sleppingu í júní og þar til þeir skila sér tilbaka. Það leyfir þess að ganga aðeins. Rauði liturinn er það sem er langlíklegast að hann sé, en þetta er náttúrulega bara spá út frá hita og hérna dýpishegðun fisksins. Og ef við skoðum þetta í stillimynd hérna, og sérstaklega þetta er þess að fyrstu mánuðinir, að þá sjáum við það að í fyrstu mánuðina sem er langmikilvægasti tíminn fyrir laxinn í sjónum, þegar hann er ennþá það lítill að hann er í rauninni ennþá fæða fyrir stærri fiska, áður en hann stækkar nógu mikið til þess að vera, til þess að forðast slíkt afrán, þá er hann hérna í Irmingerhafi, miðað við þessar mælingar okkar á sín tíma. Zoomum hérna aðeins inn til þess að sýna þetta aðeins betur, þetta er þess að þarna. Herðu, og svo fengum við þetta í rauninni líka staðfest. Bandaríkjamenn hafa verið að merkja laxa með svona GPS pop-up satellite merkjum við Grænland. Og þetta eru töluverður fjöldi af laxum sem þeir hafa náð að merkja við Grænland. Og þið sjáu hvar þeir eru. Þeir eru þarna við Irmingar. Þannig að ef við tökum sjávarhitann á þessu svæði í júlí 2023, þar sem við erum að fá þessa póstsmolta, þessi gönguseiði sem að fyrstu mánuðir þeir eru þarna. Og ef við skoðum það á móti smálaxaveiði á Vesturlandi, að þá er ágætis samband þar. Það koma vissulega árgangar þar sem þetta passar engan veginn, eins og 2020. Þetta veiðiár lenti í þurrki 2019. Þannig að gönguseiðin sem voru að ganga út 2019 og tilheyra þá þessum 2020 stofni, það lenti í töluverðum þurrki. Þannig að við teljum að það sé eina af ástæðunum. Gönguseiðin sem átt að skila sér þarna, að þau lentu því miður bara í þurrki. Þannig að það er vissulega fyrirvarar á þessari spá. Það þarf allt að ganga upp í ferskvatninu, hrygningarstofnar þurfa að vera í lagi. Hérna er seiðamælingar í Norðurá og það er vissulega búið að vera hérna sveiflur aðeins undir meðaltali hérna 2+ í Vesturdalsá, í Norðurá. Þannig að við vorum aðeins niður þessa spá hvar við verðum, en miðað við þetta þá má búast við að smálaxaveiði á Vesturlandi, svo ég vitni í Guðna Guðbergsson, sviðsstjóra Hafrannsóknastofnunar, þá verður það í góðu meðallagi. Síðasta sem ég ætla að segja hérna, sjávarhiti við Irmingar gefur ákveðna von fyrir sumarið á Vesturlandi. Takk fyrir. Já, góðan daginn. Bara gott að sjá ykkur og takk fyrir tækifærið að flytja erindi þetta mál sem að í dag er stórmál, sérstaklega út af þessari sleppingu sem að þið kannist öll við úr Kvígindisdal síðasta haust. Þessi atburður var sögulegur
að aldrei jafnmargir laxar gengið upp í ár á Íslandi, en stærðin á sleppingunni var ekkert söguleg þannig séð. Það var miklu fleiri laxar sloppið úr kvíum en gerðist þarna. Málið var að þetta var fullorðinn og að mikið til kynþroska lax og þess vegna sáum við svona marga fiska ganga upp síðasta haust. Málið er víðfeðmt og það koma margar stofnanir og aðilar, hópar í samfélaginu komu að þessu máli, en ég mun ekki reyna að ná utan þetta allt saman, heldur það sem að snýr þá að okkar vinnu sérstaklega hérna á Hafró, það er að taka við lögsum og greina þá til uppruna. Og þannig að ég ætla að byrja bara á fyrst að lýsa hvað við gerum við fiskana og svo förum við í bara niðurstöður hvað við sáum út úr hvað skilaði sér til okkar af strókulögsum síðasta haust. Nú, við byrjum á því að ef það best myntur eldislax til stofnunarinnar að þá skráum við það niður og svona sérstakt eyðublað og það sem alls konar upplýsingar koma fram. Veiðistaður, nafn veiðimanns og aðrar upplýsingar sem að gætu þótt mikilvægar. Við tökum erfðasýni úr fiskinum og mælum hann og útliti meti, kynþroski, hreistur og kvarnir og svoleiðis tekið af fiskum, þannig að þeir fá allir sömu meðhöndlun. Fiskistofa og MAST er tilkynnt málið. Kannski að taka það fram að þetta er ein sviðsmynd. Stundum kemur Fiskistofa með fiskinn til okkar, þannig að þetta er bara svona ein sviðsmynd hvernig við vinnum þetta. Síðan förum við með erfðasýni til Matís sem að erfðagreinir fiskinn með 14 breytilegum tafsröðum. Hér sjáum við dæmi þetta. Hér tafsraðir eru endurtekningarraðar basa sem má finna víða í erfðamenginu og það er eitt gen eða eitt genasamsæti sem kemur frá móður og eitt frá föður. Þið sjáu hérna dæmi svona genasamsæti. Hér er eitt og hér er annað og þá er eitt frá móður og eitt frá föður. Og við erum með 14 svona og það er svona gögnin sem við vinnum með. Nú við erum með erfðaupplýsingar íslenska fiska og eldisfiska sem eru notaðar á Íslandi og við vinnum síðan úr þessum erfðagögnum frá Matís. Fyrst skoðum við hvort þeir flokkist til Íslands eða eldishópsins í líkani forritsins structure og að því loknu að þá förum við að þá gerð faðernisgreining en við erum með alla hænga sem að notaðar eru fyrir eldi á Íslandi alveg frá 2016-17 og nánast til dagsins í dag og getum þá skoðað hvort að þessi genasamsæti hér passa þá við hænga. Og þetta hefur reynst býsna vel þegar að fiskur er sannarlega úr íslensku stroki eða stroki á Íslandi að þá fer fiskurinn í einn hæng. Það er nánast án undantekninga. Ef hann fer í 2 hænga að þá er yfirleitt að ræða hann flokkast líka til hængs sem er þá gamall og kæmi aldrei til greina. Nú MAST er með lífsýni úr öllum hængum sem eru notaðar fyrir eldi á Íslandi og við höfum fengið þá sýnin hjá þeim til að búa til hana gagnagrunn. Þegar við höfum síðan rakið, við höfum bara kóða hængana, þegar við höfum rakið meintan strókulax í ákveðin hæng, þá gefum við MAST kóðan og MAST upplýsir okkur þá hvar fiskurinn var
notaður eða fyrir seiði þá hengsins hvar þau eru stödd. Nú, það sem að kom til okkar síðasta haust, að okkur bárust þá 442 laxar til greiningar. Erfðaefni 4 að það var ónothæft, en af þessum 442 að þá voru 416 úr eldi. 3 laxar af þessum 442 að það voru laxar sem voru með sannarlega einhver ytri einkenni sem að gætu bent til þess að þær væru úr eldi en reyndust villtir. Við greindum líka villta fiska sem við vissum að voru villtir og það skýrir muninn á þessum tölum 442 og 416, en það var til dæmis eldislax lax sem að kom fram í veiði í Mjólká alveg í upphafi málsins, sem að þá starfsmenn Fiskistofu sáu að voru villtir en tóku samt sýni af til öryggis og við greindum. Nú, nánast allir eldislaxar sem að við fengum í hús voru kynþroska, meðalþyngdin var 5 kíló, kynjahlutföll fiska voru 68% hængar og 32% hrygnur og fyrsti laxinn samkvæmt veiðimanni veiddist 15. ágúst og svo síðasti 5. nóvember. Við fengum nokkra fiska 5. nóvember og þetta voru 4-5 hrygnur úr Kársstaðaá á Snæfellsnesi og það var ein með laus hrogn en hinar voru nánast að verða tilbúna líka. Þannig að við vitum að eftir 5. nóvember að þá voru eldislaxar væntanlega hrygna. Og hér sjáum við þá dreifingu fiskana sem að við fengum í fyrra. Þetta er þá dreifing þessara 416 fiska. Þeir veiddust í 59 veiðivötnum, í langflestum tilfellum í ám, en við erum líka með fiska eins og í hópinu og svo erum við með Patreksfjörð líka sem er undanskilin, úr veiði Fiskistofu. Nú, þetta er svona hlutfallslegt magn eða fjöldi fiska. Þið sjáum að því fjær Vestfjörðum sem að við komum að þá minnkar fjöldi strokulaxa eða eldislaxa og það eru áberandi margir hérna í Húnaflóa og svo líka á Vestfjörðum sjálfum og í Dölunum var líka nokkur fjöldi. Ef við lítum bara á fiskana sem við gátum rakið í Kvígindisdal og hér vil ég taka eitt fram að fiskarnir sem við röktum í Kvígindisdal, það voru 6 hængar sem voru notaðir fyrir framleiðsluna þar. 3 af þeim voru líka notaðir fyrir eldi í, hvað heitir staðurinn? Alveg dottið úr mér, en það er eldistaður Tjaldanes í Arnarfirði, er ég nokkuð vissum. En við komumst að þessu alveg í upphafi málsins og létum MAST vita. MAST fór og lét kafa í kringum Tjaldanes og hefur engar grunsemdir að gæti verið strok þaðan. Þannig að við lítum svo á að tenging fiska við þessa hænga sé þá vegna stroksins í Kvígindisdal. Og þetta voru þá 399 fiskar sem að við gátum rakið í Kvígindisdal og inn í þessum tölum eru ekki tölur sem að Jóhannes Sturluson hjá Laxfiskum veiddi í Fífustaðadalsá og fleiri ám í Arnarfirði. Hann mun sjálfur kynna þær niðurstöður og síðan munu gögnin ganga inn í okkar gagnagrunn. Þannig að fiskarnir eru sannarlega fleiri sem að hafa verið raktir í Kvígindisdal. Og við sjáum að
til dæmis hér í Bossá í Tálknafirði að þá veiddust 44 eldislaxar en í skýrslu Skandnatt sem að var kafarahópur sem að kom og veiddi þessa fiska að þessir getið í skýrslunni að veiðimaður hafi tilkynnt þeim og Fiskistofu að hann hafi líka veitt sjálfur 55 fiska í Bossá sem hann taldi vera eldislaxa. Þannig að þetta er kannski ekki alveg rétt mynd sem að við sjáum hérna. Nú, ef við skoðum á dreifingu hvar fiskarnir komið fram að þá frá Straumnesfjalli og suður Breiðafjörður Faxaflói þá komið fram 77 laxar, eða við fengum 77 laxa af því svæði. Á Vestfjörðum frá Patreksfjarðarflóa og að Jökulfjörðum þá voru 127 fiskar, en mestur fjöldinn, hann veiddist á Norðurlandi, 195 fiskar og þar af 180 í Húnaflóa. Hér á myndinni sjáum við hvernig hafstraumar eru í kringum Ísland og það er sennileg skýring að fiskurinn leiti með straumi að miklu leyti eða í mörgum tilfellum og þetta er bara þá í samræmi þá við litteratúrin. Ef við undanskiljum fiska sem að héldu sig í Patreksfjarðarflóa og horfum bara á þá sem að fóru norður eða suður, að þá fóru 77% norður og 23% suður. Nú, í þessum gögnum að þá voru 5 fiskar sem að við tengjum við eldri strók. Og þessi strók tengjast á Eyrarhlíð og Haganes í Arnarfirði. Eyrarhlíð er í Dýrafirði. Í Vatnsdalsá þá veiddist 78 cm fiskur og við höfum áður fengið fisk undan sama föður í Mjólká í Arnarfirði 2022. Í Bossá í Tálknafirði var líka stór fiskur sem, hann var 86 cm. Við höfum áður greint fiska undan sama heng eða sama föður og þeir veiddust í Mjólká, Patreksfirði og í Arnarfirði 22. Og við tengjum það við tengjum þessa fiska við Haganesstrókið en þessi hængur var líka notaður fyrir Gemlufalls eldissvæðið og Dýrafjarðar en það voru ekki tilkynnt strók á þeim tíma á þessum stöðum. Nú í Sunndalsá í Arnarfirði, annar stór fiskur sem að tengist eldra stróki. Við höfum áður veitt eldislaxa undan sama heng, það var í Mjólká 2022 og líka í Arnarfirði 2021. Það voru þá litlir fiskar, 50 cm og einn veiddist í sjó strax eftir strókið í Haganesi og hinn veiddist upp í Sunndalsá. Þannig að öllum líkindum erum við með þá fiska úr sama stróki sem hafa veiðst þarna í 3 ár. Og að lokum Húsadalsá í Steingrímsfirði og Kársstaðaá á Snæfellsnesi að við veiddum 3 fiska í Mjólká í Arnarfirði 2022 undan sama heng og sá hengur var aðeins notaður fyrir Haganes. Við vitum ekki alveg hvort að þessi fiskar sem að við veiddum í ár úr Haganesi, hvort að þeir tengjast stóru sleppingunni 2021 þar sem 80.000 fiskar eru taldir sleppa, en þeir voru að slátra upp úr Kvíni alveg til loka árs 2022. Þannig að mögulega eru úr sleppingunni 2021 eða þeir hafa strokið 2022, við vitum það ekki.
Nú, og síðan eru 12 fiskar í 11 ám sem við gátum ekki rakið og þeir voru, já, takk, þeir voru í Miðfjarðará. Þeir voru eiginlega með fullkomið samræmi við feður fiskar sem voru notaðir í Kvígindisdal, en það var ein lítil stökkbreyting sem skýrir að þeir tengdust ekki fullkomlega og það ætti að vera innan skekkjumarka út af því að það há stökkbreytitíðni í þessum tafsaröðum. Nú, og við erum með ákveðið fyrirbæri í þessum tafsröðum eða mikrosatelítum að það að stundum magnast ekki stóru genasamsætin og ef að það málið fyrir mið á Búðardalsá og Bossa þessa 3 fiska að þá ef að það málið að stóra genasamsætið magnaðist ekki að það gæti skýrt það en annars myndi hann tengjast Kvígindisdal og hinar árnar eru flóknari. Við erum að skoða það nánar. En allir þessar fiskar verða núna sendir í annars konar greiningu sem við bindum mikla vonu við að geti leyst þetta mál, hvaðan þeir koma. En Matís með gagnagrunn yfir ýmsa eldisstofna sem notaðir eru í Norður-Atlantshafi og í þeirra greiningu að þá voru þessi fiskar sem við gátum ekki rakið, þau voru með 100% líkur á að flokkast samt til stofnfisks en ekki til annars eldisstofns í þeirra gagnasafni. Nú, hér sjáum við bara yfirlit, bara svona sögulegt yfirlit, hvað við höfum fengið í hús af strókulöxum. 2024 var metárið, þá voru 64 fiskar sem við fengum í hús og síðan hafa þetta verið kannski undir 10 og rétt yfir 20 fiskar og þið sjáum að þetta algjör stökkbreyting hérna núna árið 2023. Það að ná öllum fiskum, það var mögulega mikið afrek og það voru margir sem komu að því máli. Það voru veiðimenn, veiðiréttahafar, náttúruverndarsamtök og starfsmenn Fiskistofu og þannig að það voru margir sem koma að þessu verki og þannig að, já, bara mikill samtakamáttur þarna. En ég vil nefna að það voru fengnir á vegum Fiskistofu 2 hópar norskra kafara frá Skandnat og svo frá rannsóknarstofnuninni Norse og þeir drápu 175 af þessum 416 eldislöxum. Þeir birtu síðan skýrslu þessa ferð sína til Ísland sem eru áhugaverðar og aðgengilegar á netinu og þar til dæmis fjallað ár sem kafað í, árangur veiðiaðgerða og líka hversu margir villtir fiskar þið sá í ánum. Og allavega hef ég heyrði í Norse-hópnum að það kom þeim á óvart hvað væri lítið af villtum löxum í ánum sem að þeir köfuðu í. Og þeir fóru í flottar laxveiðar. Ég bara ekki með samantekt á þessu og skil þetta eftir svona með myndum af fólki sem vinnur bak við tjöldin. Ég sá að Hlynur var með mynd af Fridda í felti og hérna sést Friddi við sína tökuborðið, þannig að við sjáum að við göngum í ýmis störf hérna á stofnunum. Við erum ekki mörg og við þurfum að vinna alls konar verk og ég bara þakka fyrir mig. Herri, já, takk fyrir það, fundarstjóri, ágætu tilheyrendur. Ég ætla aðeins að ræða fiskrækt og sjálfbæra nýtingu. Þegar við vorum að auglýsa þennan viðburð þá fengum við smá gagnrýni á það að vera bara að tala lax. Þannig að við verðum að lofa því að tala fleiri tegundir síðar. En til þess að aðeins til að bæta fyrir að þá setti hérna eina mynd úr Laxá í Þingeyjarsýslu og fyrir kannski þá sem eru glöggir að þá þekkja menn að þetta brotaflói sem á urriðaveiðisvæðinu í Laxá.
Hlynur var búinn að koma inn á hér lífsferil laxins. Það náttúrulega alveg nauðsynlegt fyrir alla sem eru að glíma við þessa skepnu eða hafa áhuga á henni að þekkja hann. Það sem að gerast núna á vormánuðum það að seiði að klekjast úr kviðpoka. Vöxtur smáseiða kemur til með að fara á stað núna þegar að vatnshiti fer í svona 5 til 7 gráður. Gönguseiði eru á leið til sjávar, fyrstu gönguseiðin út úr Elliðaánum eru lögð af stað og líka úr Úlfarsá. Síðan væntanlega núna á næstunni fyrstu laxarnir að ganga í árnar og svo eins og menn vita þá eru rigning á haustin. En það var nú alltaf hér í gamla daga sem að margir muna eftir að fyrstu fréttir að laxgengd og veiði var úr ferjukoti þegar þeir byrjuðu að veiða 20. maí. En bara aðeins til þess að bara hvert lífskeið heldur sig, að þá það gjarnan að veiðimenn leita í hyljina þar sem að stóru fiskarnir halda sig, hrygningastaðir eru á brotum neðan hylja og síðan eru uppeldissvæði þar sem að undirlag gróft og það oft þannig að seiðaþéttleikinn mun meiri heldur en þéttleiki í kríuvarpi og þannig að það skiptir máli þegar að menn eru annaðhvort að keyra yfir ár eða taka efni eða eitthvað annað að eiga við botn að þar oft mikill þéttleiki af fiskum. Hlynur var búinn að koma inn á það að við erum að sjá hér hjá okkur mat á annars vegar fjölda þeirra fiska sem að ganga inn í ár sem bláa línan, síðan það sem landað sem þá þessi appelsínugula og gráa línan þá hrygningarstofn og við sjáum það að hérna síðustu árin að þá hefur hrygningarstofni verið viðhaldið með því að minnka veiðiálagi með því að sleppa aftur fiskum úr stangveiði. Hlynur kom líka inn á það að endurheimtur á fiskum hafa verið að lækka í Atlantshafi. Hér eru reyndar heimtur frá 1989 heimturna 9, annars vegar úr Elliðaám og hins vegar úr Ytri Rangá og það sem ég vildi draga fram hér að takturinn mjög sambærilegur þó svo að endurheimtur af eldiseiðum í Ytri Rangá það bil 1/10 af því sem á villtu seiðunum í Elliðaánum þó svo að það þarf að hafa það í huga að í Ytri Rangá þetta í veiði en þetta heildarheimtur í Elliðaánum og við sjáum að það kom hér það voru mun hærri heimtur hér á fyrri árum og svo hér á árunum í kringum 2007, 2008 og 2009. Það sem við höfum séð í samsetningu á okkar stofnum líka það að á árunum fyrir 1980 vorum við að sjá það bil svipaðan fjölda af einságslagsum og 2 ára í veiði. Það komu köldu árin hér eftir 79 og upp úr 80 þar sem var mikil lægð í veiði og smálaxinn náði sér á strik hér eftir 85 en stórlaxinum hélt áfram að fækka fram til 2000 og þar var það gert að þáverandi veiðimálastofnun, Landssamband veiðifélaga og Landssamband stangveiðifélaga tóku höndum saman það að horfa ekki lengur upp á stórlaxinum hnigna heldur að draga úr sókn og langflest veiðifélög landsins eru með það í sínum veiðireglum að veiða og sleppa stórlaxi og við erum farin að sjá aftur stórlaxa fjölgun hér við land eða í okkar ám og meiri segja þá eru farnir að sjást aftur íslenski laxar í veiðum fyrir vestan Grænland. En það sem við höfum séð hér áður var það að til dæmis á Norðurlandi að þá var það bil 25% af smálaxinu sem eru hrygnur og 65% af stórlaxinum sem eru hrygnur. Það eru jafnari kynjahlutföll hér á Suðvesturlandi
Og við höfum líka séð það eru sterk tengsl á milli fjölda smálaxa og síðan stórlaxa árið á eftir og þeir sem að mun eftir síðasta ári, kannski mun eftir því að það var ágætis stórlaxa veiði á Austurlandi í kjölfar smálaxana sem að komu þar 22. En það hvort að lax dvelur 1 ár í sjó eða 2 að það ræðst að stórum hluta til á einu geni sem heitir VFG-LL3 og það sem að við vorum búinir að sjá hér áður var það að það var alltaf þessi kynjamunur í löxum, að það var stærri hluti af smálaxinu sem voru hrygnur og stærri hluti af stórlaxi og við héldum það að það væri vegna þess að tæki bara hrygnurnar lengri tíma verða kynþroska en 2015 að þá kom út grein sem að sýndi það að þetta erfist bara á einu geni og það sem að það að arfblendnir hængar, þeir eru að koma eftir 1 ár en arfblendnar hrygnur eftir 2 ár í sjó. Þannig að það bara erfðafræðileg skýring á þessum mun og það sem að þegar maður horfir í baksýn í speilin þá hægt að horfa til þess að stórlaxinn kemur fyrr. Við vorum að sjá 70-80% veiði álag á stórlaxi, það var mun minna á smálaxi og væntanlega þetta og erfðafræðingar segja það að veiðarnar í sjálfu sér hafi verið að hafa þarna áhrif. En ef að við horfum á svona í svipuðum dúr eins og Hlynur var að gera ekki bara á fjölda fiska heldur líka bara hversu stór hrygningarstofninn eða getum við metið hann í fjölda hrogna talið. Og myndin hér til vinstri bara mat á því hvað við erum að sjá mörg hrogn eftir í ánum á loknum veiðitíma og við erum núna með í því lægsta sem að við höfum séð. Þannig að það og langt undir meðaldali, þannig að það á að kveikja viðvörunarbjöllur hjá þeim sem að stjórna veiðum. Þetta síðan bara hlaupandi 3 ára meðaltal til þess að jafna út mestu sveiflurnar, en við sjáum líka að það miklu meiri breytileiki núna á síðustu árum heldur en við höfum áður séð í okkar gagnaröðum. Við vitum það að bara á veiðitölum og stangveiði að ár innan sama landsvæðis eru að sveiflast í svipuðum takti. Þessi mikli breytileiki hér 2012 og 2014 kemur fram, en við erum líka að sjá samdrátt á seinni árum. Á Norðvesturlandi að þá eru ár þar í takt nema að Miðfjarðará og Blanda skáru sig úr. Sennilega átti Miðfjarðará bara inni með stærri hrygningarstofni að þá hafi hún átt inni aukningu og Blanda líka í tengslum við breytingar sem urðu út af blönduvirkjun. Og Norðausturlandi eins og Hlynur kom inn á að þar hefur verið aukin fiskgengd og veiði og það hefði einhver tíman þótt saga til næsta bæjar að það væri meiri veiði eða meiri veiði í Svalbarðsá heldur en í Laxá í Aðaldal, en það reyndar raunin og Laxá sker sig dálítið úr hér frá öðrum ám, stórum ám á Norðausturlandi. Það er búin að vera samdráttur þar í veiði býsna lengi, en þar eru í gangi aðgerðir núna til að miða við að snúa þeirri þróun við. Aðeins að minna smávegis á bleikjustofna. Við erum að sjá hnignun í bleikjustofnum, sjóbleikjustofnum allt í kringum landið. Sambærileg þróun er að sjást í Norður-Noregi sem bendir til þess að það sé umhverfisskilyrði sem að þarna skiptir mjög miklu máli. En það sem ég ætla að reyna að draga fram að hérna veiðin, skráð veiði, samanlagt í öllum ám sem renna til Eyjafjarðar. Og hér erum við að sjá bara samdrátt, nánast í samfelldan samdrátt og komið niður í mjög lágar tölur. Það ennþá að megninu til sama veiði fyrirkomulag sem að þar viðhaft. Og það sem ég ætla að reyna að segja hvenær eiga menn að bregðast við. Hver á að bregðast við? Það veiðistjórnunin á ábyrgð veiðifélagana innan ramma. Hins vegar ef allt að fara í skrúfuna þá hefur Fiskistofa heimild til þess að grípa inn í.
En það sem skiptir máli og líka það sem að Hlynur var að koma inn á, að ef við erum búin að setja viðmiðunarmörk, bæði þá hvenær við erum á grænu ljósunum, hvenær gulu ljósin fara að blikka og hvenær þau rauðu, að það myndi auðvelda mjög mikið veiðistjórnunina. Og líka aðeins bara til að draga fram að hér annars vegar seiðaþéttleikinn og hins vegar veiðin í jöklu. Jökla breyttist mjög þegar að Kárahnjúkavirkjun var tekin í gagnið. Þar var byrjað á fiskrækti til að byrja með sleppingum á seiðum. Villtu seiðin, eins og hefur komið fram í okkar seiðamælingum, hefur fjölgað eins og veiðin, en það sem það að það tók það bil 20 ár. Og sambærilegir hlutir eru í Þjórsá frá því að stíginn í Búða sem að opnaði upp á efri Þjórsá frá því að hann opnaði og þanga til að vísitölurnar fóru að verða stöðugar, að það tók líka það bil 20 ár. Þannig að ef að stofnar verða mjög lágir eða litlir, þá tekur uppbygging þeirra mjög langan tíma. Þannig að það að passa upp á það að stofnum hnigni ekki skiptir verulega miklu máli. Og til aðeins að koma inn á sjálfbærni, bara hvað sjálfbærni? Að við setningu laga lax- og silungsveiði 57 að þá var eignarréttur á veiði í ám og vötnum skilgreindur með samlíkingu líkt og með innistæðu bankabók, að má nýta vextina en ekki ganga á höfuðstólinn. Síðan líður og býður og í skýrslu sem er kennd við Gro Harlem Brundtland sem var forsætisráðherra Noregs, það má minna á það að þjóðhátíðardagur Noregs á morgun, en að þar stendur sjálfbæra þróun þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða á að fullnægja sínum þörfum. Og það líka þannig, eins og sagt hefur verið, þú ekki fengið landi til eignar frá foreldri þínum, þú hefur það að láni frá börnunum þínum. Í lögum lax- og silungsveiði að þá markmið þeirra að kveða á veiðirétt í ferskvatni, skynsamlega, hagkvæma og sjálfbæra nýtingu fiskstofna og verndun þeirra. Og eins og ég sagði að veiðifélög og veiðiréttarhafar þeir bera ábyrgð á framkvæmd innan ramma lagana og það kannski hægt að segja það að sum af þeim veiðifélögum standa mjög vel að sínum málum, en oft á tíðum að þá eru það framsýnir leigutakar sem að taka þar forystu. Fiskrækt, menn lærðu það hér á árunum upp úr 1850 að kleikja út hrognum. Það voru byggð hér klakkhús og þegar mest var að þá voru 58 klakkhús hér í kringum landið og þá var í þeim voru hrogn klakin, menn töldu það að það veri veturinn sem væri svo kaldur að það þyrfti að bjarga hrognunum inn í hlýrra vatn og menn slepptu síðan kviðbókarseiðum. Síðan kom áframeldi með tilbúnu fóðri, fyrstu eldisstöðvarnar voru byggðar kringum 1960, það var farið að framleiða seiði til fiskræktar, fyrst smáseiði, síðan gönguseiði og svo farið að grafa hrogn núna, það svona tíska sem kom núna fyrir nokkrum árum og allavega sýnist mér það að þá sé einlega hringnum lokað, það venn eru komnir aftur í það að fara og horfa á hrognin. Og það þannig að þegar að verð gengur að þá kemur upp þessi krafa, nú verðum við að gera eitthvað. En það að gera eitthvað, bara það skynsamlegt til skamstíma eða langstíma. Fyrir mér það þarf að skilgreina þörfina, það þarf að meta ávinningin til lengri og skemmri tíma, það þarf að meta áhættu og það þarf að meta kostnað, hver greiðir, ef allt sjálfbært, þá kostar hlutirnir bara ekki neitt. Og ef farið í fiskræktar aðgerðir, þá þarf að meta árangurinn, þannig að það verði ekki bara að einhverjum kæk. Í lögum fiskrækt að þá segir að nýtingin, að ef að menn að stunda fiskrækt að þá sé það gert þannig að sjálfbæri nýtingu sé ekki stefnt í hættu og þeir sem stunda fiskrækt að þeim ber að hafa fiskræktar áætlun til þess að hún sé markviss og árangusrík og hafi ekki neikvæð áhrif á vistkerfi villtra ferskvatnsfiskstofna.
Það stendur líka að þeir sem að veiðifélögum heimilt að taka hrogn úr ám með leyfi Fiskistofu og að fiskrækt í ám og vötnum skal einungis nota stofn úr viðkomandi veiðivatni og það bannað að flytja fiska á milli veiðivatna. Það þó hægt undantekningatilfellum að undangengnu heillöngu ferli. En það líka þegar að menn leggja af stað í svona leiðangur þá leita menn oft ráða og ég vil meina það að ábyrgð ráðgjafa hún býsna mikil. Það eru margir tilkallaðir en kannski fáir útvaldir og það hægt að finna ýmislegt á netinu og maður sér oft að það eru svona sömu patentlausnirnar sem að ganga í veiðihúsunum. En fyrir mér það mikilvægt að ráðgjöf sé rökstudd og byggð á gögnum og staðreyndum. Ég fór nefnilega á netið og var einmitt að sjá þessa fígúru sem að sjá það að það var alltaf að fara á versta veg en ef menn snéru blaðinu svolítið við og þá hljómar úr hlutirnir ansi mikið betur. En það eru líka að koma fram áhrif af fiskrækt. Það með veiðistaðagerð getur hún haft áhrif á dreifingu veiði og arðs. Seiðasleppingar geta líka haft sambærilega áhrif og hrognagröftur og seiðasleppingar þar sem að klakfiskur tekinn úr ám fjölgar ekkert hrognunum. Og þá þarf að spyrja, það skynsamlegt að taka hrogn úr á til þess að fara með henni í eldisstöð, til að fara aftur út í á og sama á við eins og að þegar verið að grafa hrogn þá eru pörin tekin og það eru menn sem að velja það hver eru pöruð saman en ekki fiskarnir sjálfir og ég vil meina það að ég þekki eitt sem alveg sérstaklega hefur mikla reynsla því að grafa hrogn upp undir 10.000 ára reynslu og það laxinn sjálfur. Þannig að við verum að velta því fyrir okkur þegar við erum að leggja í slíkt það skynsamlegt og það gott. Getur fiskrækt jafna sveiflur í veiði? Stuttasvarið eiginlega nei og eins og við sýndi með endurheimturnar það hægt að hækka toppana mjög erfitt að jafna út en þetta að kröfur að gera eitthvað það kemur oft frá leigutökum sem að telja það að það þurfi að smyrja til þess að auðvelda sölu á veiðileyfum en það oft veiðifélögin sjálf sem að standa straum af kostnaði þannig að menn þurfa að meta þetta mjög gaumgæfilega. En þá getum við líka spurt, má þá ekki gera neitt? Til dæmis bygging fiskvega hefur aukið aðgengi göngufiska búsvæðum það bil þriðjungurinn af öllum fiskgengum svæðum. Í ám hér á landi hefur verið opnuð með byggingu fiskvega. Langá kannski dæmi þar sem eru 5 fiskvegir. En það sem við þurfum að standa vörðum að vernda vatnsgæði, búsvæði, efnistaka til dæmis getur verið glannaleg og haft áhrif og veiða innan marka sjálfbærni út frá líffræðilegum viðmiðum og það eins og Hlynur var að segja, það vinna sem við erum að vinna hafa öflugar rannsóknir og hafa svör við þeim spurningum sem koma upp. Það alltaf að koma nýjar spurningar hverju þið líka breytast, gagnasöfnun með reglulegum hætti, veiðiskráning, seiðamælingar, talningar með teljurum, afar mikilvægt. Hingað til að þá höfum við átt mjög gott samstarf við veiðimenn og veiðifélög sem afar dýrmætt og það á þessum tímum eins og við vorum að sjá hjá Leo þar sem að eldislaxar eru að ganga í auknum mæli inn í okkar ám og þá mjög mikilvægt að styrkja okkar laxastofna ekki síst á þeim tímum en með því að þá þakka ég fyrir. Já, fólk að fá sér sæti, við förum að byrja síðasta erindið. Síðasta erindi heitir Rafræn skráning veiði og það þeir Ingi Rúnar Jónsson og Ragnar Ingimundarson sem eru skráðir fyrir því. Í fyrra 2023 þá
var miklu breytt í veiðiskráningu með því að taka upp þetta rafræna kerfi og gagnagrunnskerfi sem að við höldum að sé mikil bót til framtíðar litið. En Ingi Rúnar og Ragnar ætla að taka nú fyrir svona árangurinn af þessu og sjá hvort að breytingar sé þörf eða hvort þetta sé fullkomið á okkur. Já, ég ætla að byrja á þessu, aðeins með nokkrar bara glærur og svo ætlum við nú að vera með aðal hlutan í þessu bara að sýna ykkur kerfið, Ragnar ætlar að sjá það, ber hitan og þungan að þessu og fá þá endurgjöf og svona eða einhverjar spurningar. Bara örstuð, ég meina það náttúrulega allir hér inni eða sem þekkja þetta. Þessar veiðibækur sem voru alltaf sendar út á hverju ári og hafa verið gerðar í áratugi og það sem eru skráðar upplýsingar með góðar upplýsingar einstaka fiska. Þetta nær svona heildstætt aftur til 1974 og jafnvel lengra aftur í sumum ám heldur það. Og vissulega þetta lagaskylda, lögum lax- og silungsveiði, en þetta náttúrulega bara mikilvægt fyrir veiðiréttareigendur og vísindamenn og aðra sem varðandi veiðistjórnun, skráningu hlunninda og ekki síst sjálfbæra nýtingu. Þetta byggir, það sem við erum að gera byggir vísindir mikið á tölum veiði. Eins og við segjum, þetta er í lögum lax- og silungsveiði að það sé veiðiréttarhafar eða veiðifélög eða sjá til þess að skýrslu séu gefnar veiði í sérhverju veiðivatni og það er Hafrannsóknastofnun sem safnar þessum skýrslum á samræmdu formi í umboði Fiskistofu, hún sem er ábyrg þeim megin og þetta teljast þannig séu opinber gögn, ekki að ég vilji gera of mikið úr því að þetta sé þessi lagaskyldu hluti, heldur er þetta svo miklu meira. Eins og kom fram þá höfum við verið að vinna á síðustu árum að því að séu rafræn skil á þessum veiðitölum svona í takt við bara breytingar og í þjóðfélaginu og tæknimál og annað þvíumlíkt. Og þessar hefðbundnu veiðibækur hafa verið aflagaðar að mestu. Það eru þó einhverjir sem eru að fá ennþá veiðibækur, þessar hefðbundnu sem þið sjáið myndina þarna. En það er svona hugsað að þær séu á útleið. En við erum að gera þetta varlega því að gæði skráningarnar skiptir miklu máli. Þetta sé, við töpum ekki gögnum eða skráningu á veiði við þessar breytingar. Og eins og þið sjáið þarna á þessari opnu þá er þetta nú stundum svolítið erfitt að lesa í þetta, þannig að væntanlega með nýju kerfi og nýjum aðferðum þá er þetta bæta þetta enn frekar. Og án þess að það sé neitt komið til framkvæmda þá má jafnvel gera ráð fyrir því að það verði hreinlega innheimt eitthvað gjald fyrir innslátt á veiðigögnum upp úr veiðibókum ef þetta kemur ekki rafrænt í framtíðinni. Og það er bara svona í takt við það sem almennt gerast í svona sambærilegum málum. Áður við förum í kannski að sýna ykkur þetta kerfi sem við höfum verið að vinna með, þá er rétt að taka það fram að það eru önnur fyrirtæki, einkafyrirtæki sem eru í að útbúa svona kerfi og það er þá kerfi sem skila síðan gögnunum inn til okkar í okkar grunna, þannig að veiðifélögum eða veiðiréttareigendum er í sjálfsvald sett sjálfur sér hvaða kerfið að nota, hvað þeir nota, hvort það er okkar eða annara ef að gögnin skila sér inn í grunnan okkar. Við byrjuðum svolítið á þessu þarna 2009 með þessu sem við kallum skrýnan sem var svona byggðið aðeins annari tækni. Það náði nú ekki miklu flugi, það voru ekki margir sem voru að skrá þetta. Við höfum notað þetta náttúrulega heilmikið bara til skráninga hjá okkur. Og þetta er náttúrulega bara svona birtingamyndin, þetta er allt sami grunnurinn í rauninu bak við þetta. Og síðan það sem við ætlum að sýna hérna í dag er þetta sem við settum krafti í fyrra og er svona þá vefviðmót með miklu meiri upplýsingum og svona meira lifandi heldur
heldur en fyrra útlit eða fyrri tækni. Svona að lokum aðeins með breytingarnar eru heilmiklar með þessum skráningum rafrænt. Hérna áður fyrir þá var þetta eins og við skráð í veiðibækur. Veiðimaðurinn skráði þær upp í veiðhúsi. Síðan var komið með þetta til, sent í pósti eða komið með til Hafrannsóknastofnunar til skráningar. Og það var einhver sem sá það að skráði inn í tölvu og koma þess í gagnagrunn. Og þannig að þetta væri þá aðgengilegt á einhvers konar vefsíðu eða hvað væri. Þannig að þið sjáu að það eru mörg skref, það er margt sem getur farið úrskeiðis. Það er mikil vinna að ná þessum gögnum saman, ganga eftir þeim. Fyrir utan það að senda út veiðibækur aftur, senda út gamlu veiðibækurnar. Og þegar að sá aðili sem er að skrá inn gögnin er eitthvað í vafa hvað er í bókinni, þá er ekki þetta nálgast hann sem að skráði þetta. Það er svo margir liðir þarna á milli. Við sjáum þetta svona fyrir okkur svona, þannig að veiðimaðurinn skráir þetta, jafnvel í símann sinn eða spjaldtölvu eða hvað er upp í veiðhúsi í staðinn fyrir veiðibókina. Þá er það strax komið inn í grunninn og þannig er þeirri leið í rauninni lokað, þannig að þið sjáu að þetta er miklu færri skref og miklu minna sem getur borið út á þeirri leið. Þetta gefur náttúrulega möguleika á að fylgjast með veiðinni á veiðitímanum í rauntíma þannig séð. Svo fjölda veitra fiska, helstu veiðistaðnir, á hvað veiðist og svo framvegis. Þetta eru allt upplýsingar sem ég veit að veiðimenn eru spenntir að geta flett upp svona meðan þeir yfir veiðitíman, ýmist á leiðin í veiði eða eitthvað fyrirfram. Við getum auki gæði skráninga með þessu, við getum ekki sett kröfur á hvað þarf að skrá, það verður að skrá lengd og þyngd og kyn og svo framvegis í staðinn fyrir að við getum ekkert gert þegar reiturinn er auður í veiðbókinni eftir á. En þarna er eftir að auka gæðin. Og það er aukin krafa aðgengi upplýsinga í rauntíma, það er bara svona almennt, við þekkjum það öll. Og ekki síst með tilkomu þessara snjalltækja sem við köllum með símann, þetta er allt litlar tölvur í rauninni sem maður er með í vasanum. Þannig að þetta er allt að fara í þessa átt, það er bara ýmislegt náttúrulega sem getur komið upp á og við erum að reyna svona að grípa það sem hefur komið. En nú ætla ég að gefa Ragnar orðið, hann sýnir okkur þetta og kannski segir okkur hvaða spurningar og atriði hafa helst komið upp. Já, þess að Ingi kom inn á, þá er þetta nýtt verklag og það fylgir því alltaf ákveðnir hnökrar. Þannig kemur þetta. Og þetta er í raun og tvíþætt kerfi, annars vegar þá er það sem við kallum framenda eða viðmót og sem talar þá við svokallaðar vefþjónustur sem eru eiginlega aðal kerfið, sem er hugbúnaðurinn sjálfur og það er hverjum sem er og frjálst að samþætta sig við þessar vefþjónustur þannig að það er engin kvöð að fara í gegnum þetta ef þú vilt fara í gegnum Angling-IQ eða skrifa þitt eigið kerfi ofan þessar vefþjónustur þá eru velkomin að gera það því þá allan að skila þér gögnum sjálfkrafa inn í kerfi til okkar. Þannig að við byggum þetta kerfi svona fyrir þá sem að kannski treysta sér ekki til að fara í Angling-IQ eða vilja það ekki eða vilja ekki fara í einhverju third party þriðja aðila kerfi og hafa kannski ekki ráði að skrifa sín eigin kerfi. Þannig að þetta var svona lending sem við komum með, þannig að við gátum allan að búa upp á kerfi fyrir alla. Þetta, í raun og veru lítur kerfið út núna, ef ég sé þetta rétt, nei þetta er nýja, veitu. Já, þið þekkið þarna kerfi sem er nú þegar við, þetta sem er þetta hérna. Við erum búin að vera að taka við ábendingum svona síðasta ári, eins og ég sagði þá svona gengur þetta ekki alltaf hnögrulegt fyrir sig að fara í svona alveg nýtt og tökum ábendingum núna síðasta árið og vorum eru núna með þetta hérna í svona prófunarham hjá okkur
sem gefur hérna aðeins meiri möguleika og svona hefur litið til þeirra þarfa og krafna sem hafa komið fram frá notendum. Þannig að ef við förum bara hratt yfir þetta, ef þú ert umsjónaraðili veiðisvæðis, þá færðu svona aðeins meiri aðgang. Ég ætla bara að fara hratt í gegnum hvernig maður gerir þetta raun og veru, og þá kemur hérna hjá þér möguleikinn á að skrá veiðisvæði og hvaða veiðisvæði. Þetta var eina af þessum krafum sem vantaði, að fólk áttu erfitt með að sjá hvaða veiðisvæði raun og veru, eins og ég segi, þetta er pröfunargangur, þess vegna er rosa mikið af veiðisvæðum þarna á mér. En svona þeir sem raun og veru myndu skrá veiðisvæði, þeir myndu sjá sín veiðisvæði þarna, bara samantekin, og geta þá skoðað þau og hérna breytt þeim annað slíkt og bættu veiðistöðum hana. Þannig að sko umsjónaraðilar fyrst sem þeir gera er að koma hér inn og skrá sína eða sitt veiðisvæði, segjum bara hérna Hvítá og bara Gíslastaðir, segjum það. Þetta er virt til og með bara, segjum þetta sé 40 ár. Síðan fær maður hérna ákveðinar möguleika að hérna hverju mega er nú skrá. Ef við setjum hérna með allir með lykilorð, þá er nú gerð krafið það að það sé einhvers staðar lykilorð. Þú getur náttúrulega haft það inn í veiðiskála eða hjá veiðiverði eða hjá einhverjum sem getur látið að hafa þetta lykilorð. Þetta er ekki sem sagt persónulegt lykilorð. Ég ætla að biðja ykkur að passa ykkur á því að ef þið eru að búa þetta til, að þið notið ekki sama lykilorð við notið einhvers staðar inn á ykkar eigin vefsíður eða eitthvað, sko. Bara, þetta er algjörlega eitthvað sem þarf að vera í raun og veru eingöngu til þess að sýna fram á það að maðurinn hafi annaðhvort verið í sambandi við veiðivörð eða farið upp í veiðiskála og hérna síða svæðinu, hann sé ekki bara hamrinn einhverjar hérna veiði sem hann hefur aldrei komið nálægt. Önnur krafa, við setjum þetta hérna bara svona. Önnur krafa sem kom fram hérna, eða já, sem maður var óskað eftir, var að það væri hægt að velja hérna forvalin gildi. Þannig að eins og í Hvítá, þannig í Gíslastöðum, þar veiðist aðallega lax, þannig að maður þurfi ekki alltaf sjálfur að veiða það þegar maður er að slá þetta inn. Og þetta er allt sleppt mest allt, það kemur auðvitað allt úr sjó og allir þetta sé ekki mest á spún. Og síðan vistar maður þetta veiðisvæði, þá kemur maður inn í þessa veiðistaði og við skráum hérna einhverja veiðistaði, klassísku veiðistaður, breiðan eða ekki, til alls staðar held ég. Finnum hann einhvers á kortinu. Hvað er núna? Hérna er Selfoss, hérna er Hestfjall. Það er aðeins að vitlausum stað hérna, það er nokkurn veginn að stað saman. Skellum hann hérna, breiðan cirka hér og vista eða nýskrá og þá kemur hann hana og þá verður þetta að halda áfram á næsta. Þegar það er hérna einhver næsti. Það er svona nýskráum hann líka hérna og svona getur maður nú bara sett inn sína veiðistaði tiltölulega hratt og auðveldlega. Þegar þú ert búin að þessu, þetta þarf þér nú bara að gera einu sinni. Þetta er nú bara, hérna, þú getur þetta gæti sleppt í að setja inn hnitinn, en það væri rosa gott að við myndum setja allan inn heitin á veiðistöðunum. Því að hérna, eins og ég kem inn á eftir og þegar ég sýna okkur eftir, að því mun réttari gögn sem við höfum, því mun betri verður við loka skýrslan og þá eru upplýsingar sem við fáum með þetta út úr þessu. Við uppfærum þetta hérna. Þannig að núna erum við komið með hérna, nú er ég búinn að skrá þetta hérna sem Gíslastaðir og hérna, nú kemur bara einhver veiðimaður hérna inn. Hann er að fara að veiða hérna á Gíslastöðum og hér er hann að fara að skrá afla og hann veitti hérna á breiðunni í dag. Lax, hann kemur sjálfkrafa út af því að það var forvali gildi hjá mér aðan. Þetta eru 70 cm, neða 69, hún er ekki að sleppa honum. Og hérna, hann er sjógenginn og hérna er þetta lykilorð sem var held ég svona. Og síðan vistaði þetta. Og þá kemur hann þarna
inn í þessa skráningu. Það sem við getum síðan fengið út úr þessu svona sem umsjónaraðilar og annað. Nú þarf ég að skrá mig aftur inn hérna því að ég skráði mig út til að sýna þetta. Að við fáum þetta í raun og allt í rauntíma, þannig að þetta birtist allt hérna jafnóðum. Eins og sjá hérna Abbavatn og það að segja ef fólk að skrá jafnóðum. Eins og Angling-IQ og fleiri þeir senda stundum í svona stórum skömmtum af og til hérna inn vikulega og það í raun og veru hægt að bjóða upp á það að skrá með Excel. Þá getur svona að safna sama veiðitölum í eina viku og lótar þeim öllum inn í gegnum Excel á bara í lok vikunar eða eftir hver dag eða hvernig það ef þú vilt svona sjálfur hafa puttan í þessu og vilt ekki sjálfur að veiðimenn endilega skrái því það kannski ekki endilega allir sem vilja það, heldur vilja þeir oft bara hafa einhvers konar kerfi, jafnvel veiðibók frammi og síðan taka því sjálfur veiðibókin og stimpla þetta inn í Excel og senda þetta til okkar í gegnum þessa Excel skráningu. Og þá auðvitað kemur þetta birtast bara beint á vefnum og allir geta séð þetta. Ef við skoðum síðan skýrslurnar, förum í einhverja, hér síðan svona samantekið gögn sem ég sé fyrir mér að hægt sé að það nota. Hér eitthvað Abbavatni Laugadal og þetta í raun og veru svona hálfgerð hrágögn. Þetta í raun og veru bara öll gögnin sem eru til fyrir þetta ár Abbavatni Laugadal. Ég taka það fram eftir test og það hægt að þá sækja grunngögnin sem getur þá komið með CSV-skrá sem þá bara hægt að vinna með áfram ef maður hefur áhuga á því og fær þá í raun og veru bara sömu gögn og við erum að horfa á og eru til í þessum grunnum hjá gagnagrunum við okkur. Og síðan þetta líka hægt að búa til skýrslu. Byrjum við. Það kemur þetta smá hnökra hérna. Að búa til svona skýrslu sem kemur þá í raun og veru upp svona sem að svona sérfræðingar innan ferskvatnsins hafa borið svona hitan og þungan af og þá hægt að birta svona hálfpartinn í rauntíma og það sem tekið fram svona frekar ítarleg veiðigreining á sér meðal annars hvar mesta veiðin í hvaða veiðistöðum annað slíkt ef þú ert með skráðan hnit og veiðistað þar að segja, annars var þetta bara tómt þarna, hvaða veiðitími og flokkað eftir tegundum annað slíkt og svona aðeins eða bara mjög ítarleg skýrsla myndi ég að segja varðandi þessi gögn sem eru skráðin. Þannig að þetta ekki aðgengilegt, þetta í prófunum með þá, akkurat þessi skýrsla, en við gerum ráð fyrir að rúlla henni út á næstu vikum og þessi skýrsla, þetta lúk og þessar breytingar sem hafa verið gerðar á síðustu mánuðum sem hafa tekið mið af því sem við höfum fengið á síðasta ári, úrski sem við höfum fengið á síðasta ára eftir hina skýrslan kom fram, eftir að hinn síðan fór upp í réttara sagt. Og já, þú veist, hér þetta að raða öllu og hvernig við hafa það. Þannig að meira hef ég ekki að segja. Þetta var svona stutt yfirferð hvernig hægt að skrá á tiltölulega auðvitaðan hátt myndi ég segja. Þannig að gögnin birtist beint á vefnum. Þú getur búið til skýrslur í rauntíma. Þú getur haft einhver yfirsýn, þú getur séð hvað mesta veiða á hvaða veiðistöðum og allt þetta.